Góðan daginn og velkomin í Silfrið og gleðilega aðventu. Ný ríkisstjórn, stjórnarsáttmáli og þingveturinn framundan á huga okkar og hjarta hérna til að byrja með í þættinum. Ég búin að fá til mín þingmenn, nýja og gamla og nýjan ráðherra. Á eftir ætla ég að fá til mín fyrirverandi þingmenn. Við ætlum að fara yfir það sama og líka aðeins eflingu Alþingis og svona hvað aðeins ofan í þeirra reynslu og hvað þeim finnst í baksýnisspeglinum þurfa að gera til þess að efla þingið. Nú, í síðasta hluta þáttarins ætla ég að sýna viðtal sem að ég tók á dögunum við mjög merkilega konu, að nafni Ann-Marie Engtoft Larsen. Hún sérfræðingur hjá Alþjóða efnahagsráðinu, eða World Economic Forum. Hún var hérna á landinu á vegum BHM, ræða hina svokölluðu fjórðu iðnbyltingu sem að stefnir að ógnarhraða í átt til okkar og hvaða áhrif hún mun hafa á líf mannkynsins hér á jörðinni. Við byrjum á vettvangi dagsins. Þau eru komin til mín Svandís Svavarsdóttir, nýr heilbrigðisráðherra, Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, varaformaður Sjálfstæðisflokksins, Guðmundur Andri Thorsson, þingmaður Samfylkingar og Gunnar Bragi Sveinsson, formaður þingflokks Miðflokksins. Velkomin öll sömul. Takk. Svandís, byrja á til hamingju með nýtt embætti. Takk. Þetta var gengið svona upp og ofan hjá Vinstri grænum, þessi myndun ríkisstjórnarinnar. Fréttir herma alltaf 200 manns hafi sagt sig úr flokknum og þó hafi, svo sem komið fréttar því núna nýlega, að einhver hafi skráð sig í flokkin hreinlega eftir þessa ríkisstjórnarmyndun. Þú talaðir það fyrir cirka ári síðan að samstarfi Sjálfstæðisflokkin væri afleitur kostur. Hvað hefur breyst og hvernig líst þér á þetta nýja samstarf? Það sem hefur breyst fyrst og fremst að síðan hafa verið tvennar kosningar og Sjálfstæðisflokkurinn fer ekki mjög sterkur í gegnum þessar kosningar, þannig að það má segja að svona nálgun Sjálfstæðisflokksins önnur í ljósi veikari stöðu hans. Það auðvitað skiptir málið varðandi samtalið við borðið. Það sem hefur líka breyst það að við erum að horfast í augu við það að það er mjög mikið, hvað ég að segja, það er óvenjuleg staða í þessu pólitíska litrófi. Við erum með 8 flokka núna eftir þessar kosningar. Við urðum að hugsa svolítið skapandi hugsanir í ljósi þessa að fyrsti kostur okkar sem var fráfarandi stjórnarandstaða var ekki mögulegur. Að þá urðum við að hugsa sem svo, kannski komið að því að við einhendum okkur í það að mynda breiða ríkisstjórn frá vinstri til hægri tiltekin verkefni. Og það má nú segja frá því hér að planið var að skrifa stuttan og einfaldan stjórnarsáttmála, en svo það þannig þegar Vinstri grænum hleypt að tekst að gera það, þá endar það nú iðulega þannig að það verður meira en minna þar. En að öllu gamni slepptu þá var það töluverð áskorun og líka fyrir okkur í VG, það alveg hárrétt, vegna þess að pólitík snýst líka sjálfsmynd og snýst það hvar maður skipar sér í hópi og með hverju maður stendur og hverju að maður lítur á sem sína helstu viðmælendur eða andstæðinga eftir atvikum. Þannig að þetta hefur tekið heilmikið á, það tekur mikið á í okkar baklandi og í okkar þingflokki og svo framvegis. Ég mjög sannfærð að þetta sé til gæfu, fyrst og fremst fyrir land og þjóð. Og það auðvitað þegar allt kemur til alls okkar stærsta verkefni, það það að vinna vinnun okkar og taka höndum saman að gera góða hluti fyrir Ísland. Og að því að þú nefndir það hérna með að efla Alþingi, sem að þú ætla kannski að taka hérna seinna í þættinum, að þá var svolítið komið að okkur, þá fannst mér og okkur að setja í stjórnarsáttmála það sem við höfum verið að tala fyrir í stjórnarandstöðu. Það að segja að hverfa frá þessari nálgun með að meiri hlutin ráði alveg sama hvað og að við segðum sem svo þingið á að njóta meiri styrks og meiri stuðnings, þannig að það geti rækt sitt hlutverk óháð stjórn og stjórnarandstöðu. Í stjórnarandstöðunni á öllum tímum mjög mikil þekking og reynsla sem á að nýtast. Það ekki svo að kjósendur stjórnarandstöðuflokkan eigi ekki tilkall til þess að þeirra raddir ná að heyrast. Þannig að það það sem við vorum að reyna að ná utanum með þessari nálgun og líka náttúrulega með formlegum auknum styrk fyrir nefndastarf og svo framvegis. Og mikilvægast af öllu, eitt löggjafarstarfið, en annað að allir þingmenn geti rækt þá skyldu sína að veita framkvæmdarvaldinu, ríkisstjórninni, aðhald. Áslaug, Svandís talar veikari stöðu Sjálfstæðisflokksins. Þið svona meira nauðugan viljug í þessu stjórnarsamstarfi? Nei, það við alls ekki. Við mistum 5 þingmenn og þurfum að vinna úr þeirri stöðu sem við erum í dag. Og það auðvitað bara verkefni eftir kosningar að meta hvaða staða komin upp og gera það besta úr þeirri stöðu.
og ég held að þetta sé farsæl niðurstaða og afskaplega ánægð og spennt fyrir þessu verkefni og ég held einhvern veginn að við þurfum að setja okkur svona í það form að við erum að fara að halda áfram hér gengur vel og stjórnarsáttmálinn ber svona þess merkis að við erum í sókn og Ísland, við erum stórhuga og við getum gert miklu betur á mörgum sviðum og ætlum núna að taka höndum saman þvert á pólitíkina eða til vinstri og hægri til að gera betur. Gunnar Bragi, þinn gamli flokkur Framsókn þarna í ríkisstjórnar samstarfinu. Sér eftir því að hafa ekki verið þar áfram og jafnvel væri þá í ráðherrasæti núna? Nei. Það að ég ekki á Framsóknarflokknum snerist allt annað heldur en einhverja vonum sæti og eitthvað slíkt sko. Það var bara svona fyrir þær hugmyndir og hugsanir og annað sem að vinnubröð fyrst og fremst sem að ég vilja stunda, það var ekki hægt að vera þarna lengur, þannig að ég fór í það stofna nýja flokk með góðu fólki, mörgum úr Framsókn og sjálfstæðisflokki og fleiri flokkum. En nú ætlum við bara að vera málefnalega í stjórnarandstöðu en öflug samt því að það býður okkar. Ég held að þetta rosalega ólíkir flokkar sem að mynda stjórnarandstöðuna. Tveir nýir, eitt svona kannski lengra til hægri, Píratar sem oft svona eru kannski talað óskrifa blað svolítið. Hvernig sér fyrir sér, maður sér ekki endilega fyrir sér að þetta verði svona samstíga stjórnarandstaða eins og oft verður? Við erum búin að hittast og við erum búin að ræða þessa hluti og fara í gegnum þetta og það er alveg ljóst að stjórnarandstaðan getur verið mjög sterk. Það er rétt hjá þér, það eru styrkleikar ákveðnum sviðum innan þessara flokka alla saman og við munum einfaldlega bara beita þá andstöðun í þann farveg að nýta styrkleikana hjá hvort öðru og koma þannig heilsteypt og samint fram. Með við stjórnarsáttmálana þá svo sem ekkert væntanlegt mikil átaka því að ég held að flestir getur verið sammála þessi málefni sem að stjórnarliðar komið sér saman það er ekki svo mörg mál. Ánægður með hennan sáttmáli? Nei, þetta er náttúrulega vonlega sáttmáli en ég er bara að segja ef þú ætlar að tala heilbrigðiskerfið samgöngu eitthvað slíkt hver vill ekki færi það en allt annað sem er einhver svona átakafleitir það er einhvern skrifa bók það eða sett í einhvern farveg nefndir eitthvað þess að en ég verð nú að fá það tala mikið þverpólitíska nefndir, ég meina þið já, ég meina það er einhverja 7-8 nefndir eiga skipað þarna og auðvitað tökum við þátt í þeim en ég meina kannski það sé trikkið að halda okkur uppteknum í einhverjum nefndum, ég veit það ekki en ef að fara að efla alþingi þá þarf að gera það forstöðum alþingis, ekki framkvæmdarvaldsins við verðum að passa það, svo dæmis þetta ekki en ég held að þetta verði bara skemmtilegt og þetta vona ég að stjórninni gangi vel þar að segja ná í gegn sínum ætlunum fyrir land og þjóð en það þýðir ekki endilega við sem öll sammála því hvernig verður að fara í því og þess að það. Og mér langar aðeins að stríða hans vendi sem vinkonu minni því hún sagði þetta fyrir nokkrum árum að Sjálfstæðisflokkurinn þyrfti að fá frí frá völdum hann er búinn að vera völd síðan og nú er Vinstri grænir sem að halda honum við völd. Þannig að þegar það var tækifæri að mynda annars konar stjórn. En Sjálfstæðisflokkurinn einhvern veginn virðist bara vera við völd og það þarf þá að fara í einhverja aðra vegferð ef við vilja breyta því. Það er ekkert að treysta Vinstri grænir í allavega. Kannski Samfylkinguna. Já, Guðmundur Andri, þú ert að ganga inn í nýtt hlutverk stjórnarandstöðuna og þingmennskuna tekur undir þessa gagnrýni Gunnars Braga á ríkisstjórnina og þennan nýja sáttmála? Já, ég gerir það nú á ýmsu leyti og þó að við Gunnar Bragi séum kannski ekki alveg eins þá held ég að við munum eiga gott samstarf í stjórnarandstöðunni og ég held að þessi að vænta á stjórnarandstöðunni að við munum nálgast stjórnina úr ólíkum og óvæntum áttum og þau viti aldrei alveg hvaðan á sig stendur veðrið þar sem stjórnarandstaðan er annars vegar. Það er margt í þessum sáttmála mjög gott og vel útfært og við í Samfylkingunni og held ég almennt í stjórnarandstöðunni munum reyna að greiða fyrir góðum málum og styðja öll góðum mál. Aðeins varðandi þessa stjórn og stjórnarmyndun og styrk Sjálfstæðisflokksins og þetta saman, þá hefur það náttúrulega margoft komið fram að okkur í Samfylkingunni fannst þetta ekki fullreynt með að mynda ríkisstjórn fleiri flokka sem að héldi Sjálfstæðisflokknum utan við ríkisstjórn og það er alveg rétt, Sjálfstæðisflokkurinn kemur laskaður út úr tvennum kosningum en ég veit ekki hvort að þess sér alveg stað nægilega í þessu stjórnarsamstarfi. Þeir fá þarna, Sjálfstæðismenn fá mjög viðamikil og sterk ráðuneyti. Þeir fá fjármálin og dómsmálin og utanríkismál og þeir fá líka fram
Skattastefnu Sjálfstæðisflokks eiginlega ráðandi þarna í þessu plaggi með þessum áformum skattalækkanir og þannig að mér finnst í rauninni styrkur Sjálfstæðisflokksins furðu mikill í þessu samstarfi. Það er nú kannski ekki skrítið með við að flokkurinn og hefur verið stærsti flokkurinn og þó að einhverju vilji meina og segja að við getum auðvitað verið sterkari að þá vitum við það en við erum samt sem áður stærsti flokkurinn og svo af því að Gunnar Bragi nefnir hér varðandi eflingu þingsins þá er það skrítið að stjórnarandstaðan sé strax byrjuð að agnast út í einhverja nefndir þar sem vinna á saman að góðum málum. Það hefur nú reynst vel eins og með útlendingamálin þegar allir flokkar settu saman og unnu nýtt frumvarp. En svo er það líka að af hverju þetta kom einhvern veginn frá framkvæmdarvaldinu að þá held ég að það sé líka erfitt fyrir þingmenn að biðja eins og meira fjármagn í nefndar í svona sitt starf innan þingsins þegar það er einmitt að berjast fyrir peningum í svo marga aðra málaflokka að þá er erfitt fyrir þá að það komi alltaf frá þingmönnunum sjálfum þannig að þá er það mjög hjálplegt að ríkisstjórnin setji það í sitt stefnuplagg að ætla að bæta úr þessu og sýni þar með vilja að það þurfi ekki bara að koma frá þingmönnunum eða frá stjórnarandstaðan af því það er rosalega mikilvægt að bæði stjórnarandstaðan og svo aðri þingmenn hafi þessi tæki og tól í þinginu til að geta til dæmis sett sig almennilega inn í opinber fjármál og annað sem gerist í þinginu. Mér langar aðeins að fá að bæta við þetta af því að þarna erum við, ég sé fyrir mér hafandi verið þingflokksformar í stjórnarandstöðum nokkuð skeið og þá er ég að reyna að miðla þeirri reynslu og koma henni til framkvæmda með því að segja sem svo að við viljum þessir þrír flokkar sem eru stærstu þingflokkarnir á Alþingi það sem að við viljum þá gera er það að segja í stórum málaflokkum þá dugar ekki lengur á Íslandi að við séum með stefnumörkun sem að lifir ekki af kosningar og nýja ríkisstjórnir. Við getum ekki verið í stórum málaflokkum, ég nefni til dæmis orkumál, þar sem við eigum enga orkustefnu á Íslandi. Ég nefni nýsköpunarmál, ég nefni málefni fjórðu innbyltingarinnar sem hér hefur verið vikið að. Öll þessi mál eru þannig það er ótækt í lýðræði samfélagi þar sem eru svona margir flokkar á þingi að segja að þetta er bara viðfangsefni ríkisstjórnarflokkana. Það er bara ekki boðlegt og það er ekki lýðræðislegt að gera það þannig. Og það er ákveðin pólitísk áhætta í því að gera það með þeim hætti og segja sem svo kynni það þá að enda þannig að stjórnarandstaða næði undirtökum í einhverju stefnumótun. Ég segi þá er það bara fínt. Ef það er betri stefna þá á hún að ná fram að ganga. En það er óvenjulegt, þetta er öðruvísi nálgun heldur en við höfum verið með undanfarin ár og þess vegna finnst mér að þætti gott að heyra betri undirtektir gagnvart þessu en ég meina þetta er bara eitthvað sem við verðum að sjá hvort virkar og hvernig, kannski í einhverjum af þessum nefndum, kannski einhverjum ekki en þetta er mín trú að það sé mjög mikilvægt fyrir þingið og fyrir þingræðið í landinu að það sé ekki bara framkvæmdarvaldi sem að ákveður hvað sé á dagskrá og þingið þurfi síðan að vera með og á móti eftir því hvorum megin hryggjar þingmennirnir eru. Mér langar að spyrja ykkur aðeins út í, ég ætla aðeins bara þegar við höfum ekki nógu langa tíma, mér langar aðeins að fara meira inn í málefnasamninginn. Þannig er svona tæpir á mjög mörgu, loðin á köflum, bara eins og ofta vil verða í þessu. Það eru ýmsir sem eru búin að nefna að það sé mögulega kannski svona töluverð þenslu áhætta með við hversu mikið það var framkvæma, mikið uppbyggingar áform, einskiptisgerningar, sækja fjármuni úr bankakerfinu og ráðast í einmitt þessa innviða uppbyggingu sem að öllum er svo tíðrætt en kannski minna einmitt einhverja svona mótvægisaðgerðir, skattahækkanir eða slíkt. Hafið þið áhyggjur af þessu, Áslaug? Nei, ekki sérstakar. Auðvitað þarf alltaf að setja á oddinn það að gæta þess að þetta skapi ekki meiri þenslu. Að við gætum þess að þetta sé ekki bara aukin ríkisútgjöld, að við séum líka að nota peningin vel og hvar við getum gert betur. Og það er nú líka, finnst mér í sáttmálunum að þetta er ekki bara aukin útgjöld í alla þessa málaflokka, heldur líka aðeins að skoða hvernig við getum breytt kerfunum svo að við nýtum þann pening sem við erum að nota í þau betur. Þannig að ég bind mikla vonir við það að með Bjarna Benediktsson í fjármálaráðuneytinu að þessu verði
hlúið og svo auðvitað líka að halda áfram að greiða niður skuldir sem rosalega mikilvægt. Svandís, það talað hækkun fjármagnstekjuskatts, það talað hækkun kolefnisgjalds, en síðan mikið skattalækkanir líka. Ég meina þá ekki að færa ferðaþjónustunni upp, þá afnema bókaskattinn, þá að lækka tekjuskatt og tryggingagjaldið. Þetta hlýtur að vera eitthvað sem þið kannski eru ekkert endilega neitt sérlega ánægð með. Við erum náttúrulega afar ánægð með hækkun á fjármagnstekjuskatti og okkur finnst það mikilvægt réttlætismál og sanngirnismál. Það er nú svo sem ekki flókið að geta sér þess til að þetta er töluvert snúið samtal á milli þessara flokka skattkerfisbreytingar, en þær sem eru lagðar til eru þó til góðs, tel ég vera. Þetta sem lítur að lækkun tekjuskatts í neðra skattþrepið, þetta er hluti af samtalinu við vinnumarkaðinn og á í raun og veru algjörlega eftir að útfæra það hvar það endar og hver niðurstaðan verður í því. Önnur hlið á því er lenging fæðingarorlofs sem er gríðarlega mikilvægt jafnréttismál og mikilvægt samfélagsmál og beinir þá okkar sjónum að mikilvægi þess að við verðum að hætta að hugsa bara efnahagsþáttinn og við verðum að fara að huga meira að því að það þarf að ná hér samfélagslegum stöðuleika ekki síður og það snýst þessi kerfi okkar sem að halda utan fólk þegar í harðbakkann slær, en ekki síður bara passa upp á jafnara aðgengi að menntun, heilbrigðiskerfi og svo framvegis. Þannig að þetta jafnvægi, að það er líka jafnvægi sem við erum að vinna með ríkisstjórnarborðið, að það er kannski ólíkir þættir sem eru í forgrunni. Þetta tók tíma, við þurftum að þræla okkur í gegnum þetta, að ræða öll þessi mál og skrifa niður heilmikið. Og niðurstaðan er þessi að reyna að freista þess að skapa þetta jafnvægi. Gunnar Bragi, erum við að sigla bara beinustu leiðin í mikla þenslu? Já, það er náttúrulega blikur á lofti með að það getur orðið staðan. Við sjáum að þeir sem eru að greina efnahaginn að spá því að verðbólga geti aukist, að hagvöxturinn fari minnkandi. Á sama tíma er ríkisstjórnin að boða töluvert miklar fjárfestingar og í þessum svokallaðu innviðum og slíkt. En mér finnst samt menn ekki ætla að nýta stóru tækifærin eins og að endurskipuleggja bankakerfið. Það virðist eiga að leyfa vogunarsjóðunum að halda Arion banka eða eignast hann aftur hvernig við segjum þetta. Í staðinn fyrir að nýta forkaupsréttinn og taka þetta allt í fangið og endurskipuleggja þannig. Og sama má segja önnur tækifæri sem liggja. Það er ekki verið að taka þessum stóru umdeildum málum. Það er fyrst og fremst verið að koma sér saman lægsta samnefnar í þessu samningi eins og átti ekki að gera. Þannig að ég hef ágjörð af því, jú, að þarna eigi að fara bara segult fullt af peningum án þess að vera búin að hugsa málið til enda hvar endar þetta alls saman. Og þetta er áhugavert, finnst mér á sama tíma sjá þessi þenslumerki, sjáum það að það getur verið þrýstingur verðbólgu, að það var ekki verið að taka með beinum hætti á verðtryggingunni eða þeim hættum sem fylgja þessu akkurat fyrir þá sem eru með verðtryggð lán, húsnæðislán. Og það er talað að taka einhver skref á kjörtímabilinu varðandi það alls saman, en það bara er ekkert nóg, það er ekkert nóg fyrir þetta fólk sem sér kannski fram á það núna að þenslan sem að getur farið af stað muni hækka þeirra lán. En það er stóru brýnumáli, það er ekki verið að taka þeim í þessu sáttmála. Nei. Guðmundur Andri, ég gerir ráð fyrir að þið í Samfylkingunni hefðu viljað sjá svona kannski meiri og stærri tekjuöflunar leiðir í þessum sáttmála. Já, við hefðum viljað sjá það og okkur finnast þetta eru mikil útgjöld þarna sem eru áformuð og útgjöldin er þörf og góð mál og mikilvæg mál og einmitt þetta sem að Svandís nefndi þessi félagslegi stöðuleiki sem er svo mikilvægt að vinna af og ná upp eftir vanrækslu innviða alveg árum saman. Mér virðist að ríkisstjórnin svona stefni að því að auka hér þenslu en ætlar að fylgjast mjög vel með þenslunni á meðan hún á sér stað og ætlar að horfa svona stíft á hana. Ég held að það sé alveg borin von að vextir muni lækka á tímabilinu. Ég held að þeir muni þvert á móti þeir geti hækkað og ég hef áhyggjur af húsnæðismálum fyrir ungt fólk í þessu sambandi og ég held að það geti orðið ansi snúið að finna úrræði í þeim efnum, sérstaklega vegna þess að ég sé ekki í stjórnarsáttmálum að það standi til að efla félög sem að byggja húsnæði á félagslegum grundvelli en ekki með gróðasjónum. Það er reyndar lína það? Já, það er ein svona lína, það er rétt. En mér langar aðeins að ég gleymd að bregðast við þessu með þingið að ég bara tek heilsugar undir það og ég fagna þessu frumkvæði og er alveg reiðubúin að taka þátt í því starfi. Ég held að það verði að efla þingið
og þingi verður að öðlast meiri virðingu og eitt af því sem við verðum að gera það að við þurfum að fara að starfa lengur, hætta þessum óskiljanlegu þrýfum og við þurfum að hætta þessu endalausa málþófi sem hefur verið mikill ljóður á starfi og ásýnd þingsins en þar missir náttúrulega stjórnarandstaðan vopn og nú verðum að varvið að stjórnin með útrétta hönd og stjórnarandstaðan geti tekið í þá hönd en þá þarf hún náttúrulega að fá tryggingu fyrir því að geta vísað málum til þjóðarinnar sem eru mjög umdeild og þar eru ákvæði meðal annars í nýrri stjórnarskrá sem eru mjög skynsamleg. Það hljómar eins og þið getið bara alveg eins náð eitthvað ágætri lendingu í þessu máli. Hvert orð. Takk öll kærlega fyrir komuna. Takk sem leysla. Við verðum hérna bara rétt að vörum við spóri með fyrirverandi þingmenn ætlum að ræða einmitt eflingu Alþingis. Sæl, velkomin aftur í Silfrið. Þau eru komin tíminn hérna nokkrir fyrirverandi þingmenn hokin af reynslu og ég ætla að ræða aðeins við þau þannig kafla í nýja stjórnarsáttmálanum eflingu Alþingis og hvað þau byggt á þeirra reynslu halda og vilja að sé gert til þess að hægt sé að gera þetta efla Alþingi og auka virðingu þess. Ég ætla að minna aðeins á viðtalið sem ég ætla að sýna hérna eftir við hana Ann-Marie Engtoft Larsen sem við ætlum að fjalla aðeins 4. innbyltinguna en við byrjum hérna á þessum þingmönnum, Guðmundur Steinn Grímsson, fyrirverandi formaður Bjartar framtíðar, Steinunn Valdís Óskarsdóttir, fyrirverandi borgarstjóri fyrir Samfylkinguna, Ragnheiður Elín Árnadóttir, fyrirverandi ráðherra Sjálfstæðisflokksins og Björn Valur Gíslason, fyrirverandi varaformaður Vinstri grænna. Velkomin öll sömul. Guðmundur, ég ætla að byrja á þér. Þetta eru fögur fyrirheit og virtist vera hérna aðeins sem að allir fyrir saman nauðsyn þessa og kannski oft verið rætt þetta áður en ekki tekist sem skildi. Hvað finnst þér að þurfa að gera til þess að það sé raunverulega hægt að efla Alþingi og færa það nær framkvæmdarvaldinu? Já, eða fjær. Já, í völdum, það að segja. Sko það sé sjálfstæðara og í mitt auðvitað heggum maður eftir þessu í stjórnarsáttmálanum að það er beinlínis minnst á að þetta sé sáttmáli það að styrkja Alþingi bara strax í upphafi er það sagt. Og það er fallegt og flott og mér finnst alveg hárréttur tónn sleginn í því að efla nefndirnar en þess að nefndarstarfið er hjartað í starfi Alþingis. Þar fara hlutinni fram og oft alveg ótrúlega hlutir og þar er það sem að kynntist í þingmennsku var hvað rosalega oft þverpólitísk mögnuð vinna var unnin í nefndum og að gera styrkja það og líka segja fólki aðeins meira frá því. Já, þetta er mjög falin vinna oft. Svo er spurningin, það er hægt að gera ákveðna hluti, bara breytingar, sem myndu strax breyta Alþingi tímis betra að mínu viti. Eitt er til dæmis að forseti Alþingis sé sjálfstæðari. Hann er núna algjörlega bara valinn af ríkisstjórnarflokkunum. Og það kom oft upp þær aðstæður í þinginu að þetta er mjög bagalegt. Það sem að maður vill að forsetinn sé meira að tala fyrir hönd þingsins heldur en bara ríkisstjórnarflokkana. Þannig að ég gerði það nú að tillögu minni þegar ég var þingmaður að forseti Alþingis yrði kjörinn með auknum meirihluta af þingi þannig að hann yrði alltaf að sækja umboð sitt til stjórnarandstöðu þingmanna líka og myndi þá verja þingið gagnvart framkvæmdarvaldinu. Þetta er mjög auðvelt að gera. Svo verður að breyta þingsköpum þannig að það sé ekki svona auðvelt að stoppa mál með málþófi en þess að breytingarnar á þingsköpum frá 2007 voru algjörlega misheppnaðar að mínu viti. Það gerði það verkum að 4-5 þingmenn geta bara haldið þingin í kýsningu og það er ekki réttlátt. Miklu frekar að búa til aðra öryggisvendla eins og það að þriðjungur þingmanna geti skotið umdeildum málum í þjóðaratkvæði. Það væri miklu heilbrigðara. Hérna nefni ég tvennt sem væri hægt að gera sem myndi strax auka virðingu þingsins og sjálfstæði þess og svo hefur við auðvitað eftir að sjá líka hvaða fjárveitingar fylgja. En ég held að þetta sé mjög brýnt og gott að ríkisstjórnin slæðir allavega þessar áherslur. Steinunn, tekurðu undir þetta? Ég menna það liggur alveg fyrir það þarf að styrkja þingi með augljóslega auknu fjármagni og jafnvel mitt bara miklu fleiri starfsmönnum sem geta unnið eitthvað rannsóknarvinnu. Er þetta eitthvað sem að þér fannst vanta? Ég held að allir sem að hafa verið á Alþingi geti tekið undir þetta og þetta er reyndar ekkert nýtt, menn hafa talað margoft þetta að það þurfi að efla Alþingi og styrkja Alþingi og mér finnst hins vegar eins og það sé meiri alvara í þessu núna og þetta er sem sagt ávarpað með sérstökum hætti í þessum stjórnarsáttmála sem að ég tel af hinu góða og mér finnst svona
bragurinn á nálgun í sáttmálanum varðandi það hvernig talað og til Alþingis annar heldur en að hefur verið svona í gegnum árin. En svo nú líka eitt annað varðandi þetta með sko Alþingi sjálft sem vinnustað og það efla Alþingi sko, að þá hefur mér alltaf fundist þetta vera dálítið svona, sko, ég held að sko Alþingi bara vinnustaður, eins og bara stofnanir, ráðuneyti og önnur fyrirtæki og maður vill bara að þessir vinnustaðir fungeri og þeir gangi og maður svona sem utanaðkomandi og horfandi á vinnustaðin utanfrá vill maður ekkert neitt sko hafa einhverja sérstakar skoðun á því hvernig fólk vinnuna sína. Þú veist, hvort það situr hlið við hlið í kaffistofunni eða fer saman út í frímínútunum eða þið vitið, vinnubrögðin í sjálfu sér eru bara mál vinnustaðarins en þú vilt að þetta fungeri og það aðalatriði. Þegar ég sagði að mér þingmennsku 2010 þá hélt ég stuttaræðu þar sem ég lagði mitt áherslu á það að mér finnst að fólk þyrfti að taka höndum saman og fara að breyta samtalinu inn á Alþingi. Alþingi mjög dysfunctional vinnustaður svo ég sletti. En það á ekkert erindi út. Það á bara erindi inn á við á vinnustaðinu og ef að fólki þar ber gæfu til þess núna að breyta vinnubröðunum og bara tala meira saman og einbeita sér að því að ná fram góðum málum, þá hljóta bara allir að fagna því og ég segi bara fínt. Það er bara gott ef þetta tekst. Ragnheiður, Steinunn segir einmitt þetta er ekkert nýtt, þetta verður talað um þetta oft. Af hverju heldur þetta sé að ná í gegn núna? Er þetta þessi krísa sem við erum búin að vera að horfa á, kannski grunninn frá hruni, sem veldur því að núna kosið tvisvar ársfresti og eitthvað neginn stjórnmálin komin í smá þrot? Já, ég samfærum að það hefur mikið með þetta að gera. Ég held að þeir sem skrifuðu þennan texta og við öll sem hér sittum og erum að horfa núna utanfrá inn á þingið og höfum setið þar og þjóðin öll sé komið með nóg af því að stjórnmálin virki ekki. Og ég held að krafan í þessum kosningum hafi beinlínis verið, nú skuluð þið fara, við ætlum að kjósa ykkur, þið þurfum að vinna úr þeirri stöðu, gerið það af ábyrgð og látuð okkur svo í friði 4 ár. Og ég held að forystumenn ríkisstjórnarinnar átti sig kannski manna best á því, hafandi farið í gegnum þetta samtal núna 2 ár í röð, með allt ólíkum hætti. Það komu allir einhvern veginn á gormunum og að stífir seinast, vil ekki vinna með þessum, alls ekki þessum og eitthvað. Það fór eins og það fór. Þannig að núna horfir fólk á þetta og sér að það þarf meira til. Það þarf að breikka liðið, bara við erum svo upptekin af fótboltanum, það þarf að breikka það og það þarf að passa upp á það að allir fái hlutverk við sitt hæfi. Ég held að hrunið og eftirmálar þess hafi mikið að segja, vegna þess að ástandið í stjórnmálum hefur verið vont. Ég náði, og við Steinunn Valdís náðum nokkrum mánuðum fyrir hrun, ég var aðstofamaður ráðherra 9 ár þar á undan og ég veit alveg hvernig andrúmsloftið var. Fólk tókst á og á að takast á um hugmyndir og pólitík, það það sem þetta snýst en fólk fór saman út í frímínútu þá. Og svona gat sleppt pólitíkinni þegar það kom úr ræðustól. Þegar við Björn Valur vorum hins vegar saman að þingja eftir hrun og við vorum að hlæja því áðan að það svona, við vitum ekki, við erum halva óörugg sko, við vitum ekki alveg hvernig við erum að hafa okkur vegna þess að við gátum ekki opna munninn hvort við annað án þess að hnakrífast. Og það var alveg sama þótt að hefði komið góð hugmynd frá honum á þeim tíma, ég hefði aldrei viðurkennt það og ég vissum að það gagnkvæmt. En nú erum við mestumátar og þetta kannski, ég veit ekki alveg hvernig honum líður með það. Það allir eftir að venjast þessu. Já. Og það kannski, þú veist, við erum kannski birtingamynd þess sem fólk búið að fá nóg af. Bara sorry með það. Þannig að Jóndagur, hvað þarf að gera? Sko, það ekki eins og hafi ekkert verið gert. Það hefur margt verið gert gott við breytingar í þingstörfum á undanförnum árum. Bæði eins og Guðmundur nefndi áðan hafa verið gerðar tilraunir þess árið 2007. Sundtæki tók, sundtæki. Það voru sett í þingskapalög eftir hrun. Þessi að nefndastarfinu var eiginlega umbylt. Það var frá grunni. Staða stjórnarandstöðunnar sterkari núna heldur en verið áður. Það er að segja starfsfólki var efld, stjórnarandstaða verið með formennsku í nefndum og svo framvegis. Þannig að það hefur margt
gott verið gert svo við höldum því til haga og það allir sem þátt í því en það þarf að gera betur, það alveg greinilegt og tónninn í stjórnarsáttmálanum bæði gagnvart þessu, gagnvart þinginu að efla þingið með því að vísa málum hreinlega sem ríkisstjórnarflokkarnir bara kjósa að taka ekki á sjálfur, vísa þeim til þingsins, þverpólitískar nefnda, ég nefni orkumálin, ég nefni stjórnarskrána og fleira, það komið bara allir að þeim málum til að leysa þau. Síðan má nefna líka hvernig þessi stjórnarsáttmáli er gerður, það að segja við hvernig það verður til, hann verður til í samtali við aðila út í samfélaginu, stéttarfélög, samtök atvinnulífsins, ASÍ, Landspítalann, fulltrúar öryrkja, aldrara og svo framvegis. Þannig að yfirbragðið og svona innihald stjórnarsáttmála sem Steinunn nefndi það er öðruvísi hvað þetta varðar heldur en við höfum áður séð og það veit þá gott held ég, en við skulum líka ekki gleyma því að Alþingi er pólitísku vinnustaður og það verður aldrei þannig að störfum þingsins verið breytt þannig að öll mál verði leyst í mesta bróðerni og samkomulagi. En það má fara aðra leiðir að útkljá mál heldur en hefur verið gert hingað til á mörguleyti, ég er sammála því. Ég ætla að vona að það takist. En mér langar aðeins einmitt út af þessu sem að Björn Valur segir að Alþingi er auðvitað pólitískur vinnustaður og við mögum þetta aldrei gleyma því. Ég var í 16 ári stjórnmálum, hafði atvinnu mína af því að vera stjórnmálumar, ég var bara 1 ár í minnihluta. Það var sko himinn og haf og þetta eina ár sem að ég afplánaði, vil ég nefnilega segja, í minnihluta var leiðilegasti tíminn sem að ég var í stjórnmálum. Vegna þess að sko kúltúrinn á Íslandi er þannig, bæði í sveitarstjórnum og inn á Alþingi, að það er meirihlutaræði, hvort sem okkur líka betur eða verð. Og ég er ekki alveg að sjá fyrir mér að það sé að breytast, en það er svona viðleitni til þess að tala meira saman og draga fólk til verka þar sem allir eru sammála. Og það er kannski aðalatrið, en við búum við meirihlutaræði og það er meirihlutin á endanum sem er kosin til að fara með völdin og hann ræður. Og það eru leikreglurnar. Það er lýðræði. Ég er algjörlega sammála þessu. Við höfum aldrei að hverfa frá því að því að Alþingi er málstofa þar sem að ólíkar skoðanir koma fram og svo leikreglurnar eru þannig að meirihlutin ræður. En til þess, og kannski aftur á Alþingi, þegar við komum inn á þing við Steinunn, þá var nýmæli sem að var sett á laggirnar að landsbyggðarþingmenn höfðu aðstofamenn, pólitíska aðstofamenn. Það var átt að trappa þetta einhvern veginn upp en það var þannig að það voru 3 þingmenn sem sameinuðust einn aðstofamann eða skiptu starfshlutfallinu. Og þetta var liður í því einmitt að gera, þetta byrjaði á landsbyggðarþingmönnum og átti svona sinna kjördæminu, en það átti og markmiðið var að útfæra þetta og ég held að þetta sé eitthvað sem maður þarf að taka upp aftur vegna þess og alls ekki bara fyrir landsbyggðarþingmenn, ég hef verið bæði landsbyggðar og þéttbýlisþingmaður, að núna á þessum 10 ára sem hefur liðið þá hefur álagið á þingmann aukist sko, til mikilla muna ef eitthvað með samfélagsmiðlunum, með þessu stöðuga árit og kröfum svör og upplýsingar og allt þetta og hafandi verið bæði aðstofamaður ráðherra og verið ráðherra með aðstofamann, þá er ótrúlega gott þó að sé ekki nema bara að geta tekið samtali við einhvern áður nú ferð bóðaður í útvarpi eða þarft að gefa álit og eitthvað. Þannig að þannig sé ég líka hægt leið til að styrkja Alþingi, að styrkja þingmennina til þess að geta sinnt vinnunni sinni með allra besta móti. Bara þetta hlýtur að eiga einmitt við alla þessa stjórnarandstöðuflokka sem eru orðnir óvenjulega margir og litlir sumir og þeir tölur náttúrulega sérstaklega þetta Píratarnir og áður borgaraflokkurinn þau kannski voru ekki með nægilega marga þingmenn til þess að manna nefndir og töluðu oft það að þau þurftu að sitja hjá að þau hreinlega bara þekktu ekki málin. Það hlýtur að þurfa sérstaklega einmitt að fá fólk með þessum flokkum til þess að hjálpa þeim að komast yfir allt sem þurfa að gera. Já, og mér finnst þetta allt lúta að því að það verður þetta er spurningum ákveðið viðhorf til lýðræðis, hvað lýðræði er. Ég er ekki alveg, get ekki skrifað undir það að lýðræði snúist bara að kjósa á 4 ára fresti og svo allir að fara að hugsa með eitthvað annað, sko, svona eins og Ragnar Elín var svona þessi hugmyndum lýðræði og svo ræðu meirihlutin. Mér finnst, og ég voni ekki að snúa út úr orðunum, en þetta, já kannski aðeins, en ég er að reyna að lýsa samt ákveðnu viðhorfi til lýðræði sem gegnumgangandi á þinginu, sem svona svolítið valdaorientera lýðræði, sem birtist í því að ríkisstjórnarflokkar hafa, ég hef alltaf verið í minnihluta, samt komið í gegn fullt af málum, sko, bara í gegnum nefndir og alls konar svona, það er alveg hægt. En það sem gerist í þessu,
að svo gerist eitthvað í samfélaginu. Það þarf að gera eitthvað mjög akút og það eru 4 dagar eftir að þinginu og það kemur bara fáránlega umdeilt frumvarp frá ríkisstjórnarflokkunum inn í þingið, ekkert búið að tala við neitt og stóð kannski aldrei til og hvað eiga þá stjórnarandstöðu þingmenn að gera, eiga að sitja bara og segja já, við þá í samstöðun og samþykju við þetta allt, þó að þið séu kannski bara algjörlega á móti þessu. Eina leiðin sem þið gera þegar þið eru að upplifa það skiljanlega að forsetinn ekki á þeirra máli, hann ekki að tala þeirra máli, þá bara hægt að fara í pontuna. Það er bara hægt að vera með leiðindi. Og þetta er ég veit ekki hvort að svona menn sem eru að miklum vilja gerði til þess að breyta þessu, eins og Guðmundur Andri sem satt hérna áðan og fleiri, ég veit ekki hvað þeir munu gera ef þetta moment skapast síðan í þinginu núna. Og það er fullt af málum sem ekki teft á í þessum stjórnarsáttmála. ESB, breytingar á sjávarútvegskerfinu, breytingar í neytendamálum og landbúnaðarkerfinu, breytingar á stjórnarskrá sem ekki þarna. Þess vegna þetta ekkert mjög breið stjórn. Fullt af málum sem ég brenn fyrir sem ekki þarna. Þau munu koma inn í þingið og hvernig verður þá brugðist við? Það er auðvitað prófsteinninn og ég held að það sé að gera ýmsa hluti til breytingar á þinginu til þess að tryggja það að það verði lýðræðislega hvernig verður tekið á þeim málum. Takk fyrir þetta. Mér langar aðeins að því með ykkur rétt í lokin, Steinunn og Ragnheiður. Ég get eiginlega ekki sleppt ykkur á þess að tala um þessa MeToo-byltingu. Af því að sérstaklega þegar stjórnmálakonur komu út með sína sögur og svo náttúrulega kjölfarið komu konur í listum og vísindum og þetta er í gangi allstaðar, ekki bara á Íslandi heldur alþjóðlega. Og þið eruð dæmi konur sem sérstaklega þú náttúrulega, það var mjög bara vegið að þér áður en að þú hættir á Alþingi og þú hefur aldrei fengið að verða undir umræðu lestinni. Tengið þið vel við þessa umræðu og þessa byltingu og haldið að þetta hefði mögulega geta hjálpað ykkur í ykkar störfum á sínum tíma? Já, ég tengi svo sannarlega vel við þetta og þegar þessi umræða fór að stað að þá fékk ég svona eiginlega, þetta kom allt tilbaka það sem að ég lenti í og að því leitinu til var þetta svona ákveðin þerapía að gangi í gegnum og ég held að margar konur hafi hugsað það sama. Það eru núna tæplega 8 ár síðan að ég lenti í mínu ofbeldi, vil ég leyfa mér að segja og ég hugsa stundum tilbaka og svona kemst að þeirri niðurstöðu að kannski hafi ég ekki brugðist rétt við á sínum tíma vegna þess að það ofbeldi átti náttúrulega ekkert að líðast og ég held að sko ég satt undir því að þekktir nafngreindir menn hvöttu aðra karlmenn til að fara heim til mín og nauðga mér. Og ég hugsa stundum ef að þessir menn hefðu til dæmis og þeir hvöttu til nauðgana á mér vegna starfa minna í stjórnmálum og vegna þeirra mála sem ég hafði barist fyrir, sérstaklega í borgarstjórn. Og ég hugsa stundum hvernig samfélagi hefði brugðist við og hvernig lögreglan hefði brugðist við ef að það hefði komið ákall frá þessum mönnum að fara heim til Dags B. Eggertssonar og nauðgunum. Ég held að það hefði verið brugðist öðruvísi við. Þannig að þessi MeToo-bylting, hún var bara svona fyrir mig svona ákveðin hreinsum og ákveðin losun og ég held að margar konur séu í sömu sporum. Mínir gerendur hafa verið nafngreindir, ég kaus að gera það vegna þess að það rataði allt í fjölmiðla. Mjög margar konur hafa ekki kosið að nafngreina sína gerendur og mér finnst það allt í lagi. Vegna þess að það er fjöldinn nafnlaus eða undir nafni sem að skiptir máli. Ég held þetta sé bara byrjunin á einhverju stórkostlegu. Ragnheiður, tekur undir þetta? Já, ég nú svona íhaldsmaður að ég myndi aldrei segja lengi lifi byltingin en í þessu tilfelli þá er það bara lengi lifi byltingin og þarna þarf byltingu til þess að breyta. Og ég fór ekki gegnum Þetta er alltaf fordæmalaust. Þetta er algjörlega fordæmalaust og þegar Steinunn segir ég hugsa tilbaka og spyr hvað gerði ég, hefði ég getað brugðist við öðruvísi? Ég held að við öll, og ég fæ bara núna gæsahúð fyrirgefðu þegar ég segi þetta, við erum öll að hugsa það, af hverju brugðistu við ekki öðruvísi við? Og ég held að það sé það sem að ég tengd allavega við þegar mér var búið að fara í þennan hóp. Þú veist, ég hélt fyrst, og ég hef sagt það áður, ég hélt fyrst þetta væri bara eitthvað sem að vinstri kellurna væri núna farnar að hjóra einu ferðina enn, svo fer ég að lesa þetta. Og ég fer að skoða sögurnar og ekki bara eitthvað gróft ofbeldi eða svona dæmi, heldur bara kúltúr. Bara einhvern veginn hvernig tala við þig, hvernig hlutirnir eru gerðir og
ég hugsaði bara að þetta ekki eitthvað sem að snýra að hægri eða vinstri, þetta snýr bara að einhverjum kúltúr sem við erum búin að fá nóg af. Og svo sér maður þetta út allt núna í öðrum stéttum og í fjölmiðlum og einn uppáhalds fjölmiðlamaðurinn minn í Bandaríkjunum var rekinn núna í vikunni og maður einhvern veginn, þú veist, hreinsum þetta út og passum svo upp á að þetta verði ekki. Þú veist, ekki láta þetta svo detta til hérna í sama horfið. Og ég tek algjörlega undir það með Steinunni að maður finnur að þetta er eitthvað öðruvísi. Við höfum oft talað að stjórnmálin eru einhvern veginn búin til, þetta gamalt búið til af karlmönnum og hérna, við erum hérna svona í gestahlutverki, en ég held að við séum að bæði kallar og konur núna samanlega það ekki, nú höldum við boðið saman og setjum saman gestalisti. Já, aðeins kannski réttilega ljúka þessu, ég finn það bara þegar ég siti hérna og við erum að tala þetta, ég hef ekki talað þetta opinberlega, að ég fer næstu bara að gráta, þið verður bara afsaka, að hérna, já, þetta bara þannig og ég held að ég vil bara þakka allum þessum konum sem tófu þessa vegferð, þannig að þetta skiptir máli. Takk að þér. Fyrirgefðu. Allt í góðu. Takk ykkur öllum kærlega fyrir komuna, þið stelpur. Við ætlum að fara núna í viðtalið mitt við Ann-Marie Engtorst Larsen, sérfræðing hjá Alþjóða efnahagsráðinu, World Economic Forum, og við ræddum hérna 4. innbyltingu sem stefnir og ógnarhraða í áttina til okkar. Welcome, Ann-Marie, and thank you for coming. You're leading this project, the fourth industrial revolution for the World Economic Forum. First of all, what exactly do you mean by the fourth industrial revolution? First of all, thank you so much for inviting me. When we talk about the fourth industrial revolution, we're really talking about these new exciting emerging technologies that are already taking part in our lives, such as drones, self-driving vehicles, biotechnologies, virtual reality, artificial intelligence, robotics, gene editing, neurotechnologies. All these new technologies that are not just changing the way that we produce in our industries, but they're also changing the way we consume, the way we live, the way we love, the way we learn, and even what it means to be human. So for us, the fourth industrial revolution is, first of all, it's really something that is still yet to happen. We're at the beginning of this grand societal transformation. Yeah. And we use the term in a very normative way, so to say it's very dependent upon us as a society and communities, as business leaders, government leaders, societal leaders, to make sure that it becomes an inclusive, sustainable, equitable one, because that is not given. It really depends on how we develop and integrate these technologies. Yeah. Some of the things you mentioned, 3D printing, genetic altering, this artificial intelligence, this is something we sort of know of, but in the context of it controlling our lives and being such a meaningful part of it, sort of sounds like sci-fi. I mean, what kind of time frame are you talking about? Is this something that will happen for us, people our age, or is this just for the children, or are you talking about a very short time frame? What can we expect in this? It is happening already now. Yeah. And I think that by having these conversations, we actually become more aware that it is really having a grand impact upon our lives already now. Parts of policing, education, our healthcare system are already very much controlled by artificial intelligence. And those algorithms behind how we then either have the uptake to our universities, what kind of diagnosis or medicine we give in our hospitals, or where to make our policing, is really dependent on the data that we've been collecting for decades now. So I want to say we're very much already in it. I mean, self-driving cars are being tested all around the world. The biotechnologies have really made huge leaps within very few years about gene editing, where we can sequence our DNA, we can understand what we're made of, and then we can just try to fix it. Yeah. And I think it's important to say that we are right now at a crucial moment in time to make the right decisions. Yeah. Because artificial intelligence builds on data, for example. And data is a mirror of history. Data is human history collected into small bits that we then have these algorithms to learn from.
And if our human history is not the way we want to go forward in the future, if it's been racist, if it's been gender biased, if it's been favoring some people over others, if we don't provide the right data or the right algorithms to teach our educational system, our policing system, or our healthcare system, we are going to make the same mistakes that we've done in the past. So by having these conversations about how do we use technologies, why do we use technologies, what are the values behind how we integrate them and how we design them, I think that is really at the core of the conversations we need to have right now. And I agree. This is the conversation that's going on all over the world. Are there any specific dangers or something you need to be aware of right now that you need to be proactive in changing or setting some rules? Something that you worry about? Tremendously. Yeah. I think having conversations about the ethical framework for how we develop these technologies. For quite some time, we very naturally had engineers and software developers creating much of these technologies in their development. But as soon as if an algorithm starts impacting our criminal justice system, how much knowledge does an engineer have alone about criminal justice systems? That has to be a collaboration between that engineer and software developer and a judge and people knowing about basic human rights and criminal justice. The same goes for healthcare. We need to have a far better collaboration between these different professions. Otherwise, my fear is that we're going to develop technologies that are not human-centered and that are not fulfilling a potential of a better, more prosperous future. And the same goes, and just one more, I think the same goes on a global scale. 3D printing right now, we can now start 3D printing in, I think, more than 500 materials. And that's everything from construction to textiles. Yeah. While we can start creating textiles far closer to home, that will have a wonderful and very important impact on climate change and not having to ship clothing all over. But we have millions of people that are employed in the textile industry in Southeast Asia. Yeah. What are they going to... Some of the poorest parts of the world. Exactly. And we need to have also global conversations around this. Because as we use one technology in one part of the world, it does have an impact in another part of the world. And that impact is not always, completely positive. Yeah. It requires new policies, it requires new governance models, it requires new incentives for these technologies to be integrated positively into society. I mean, this is like I said, a big part of the discussion happening all over the world, and you're aware of it in the political spectrum. Jobs are disappearing, and that's not only in the developing countries. That's going to be everywhere, and with the less need for manual labor. Are you afraid that this is going to? Are you afraid that the politics are going to get in their own way? That they're going to try and stick to what they're used to the early part of the 21st century, and with legislative force or isolationism of some kind, and how can we prevent that from happening? I think we have an amazing opportunity right now to change our mindsets, our models, the governance structures that we've been having for the past decade, and which really served us very well in creating more wealth and more prosperity and amazing development. We are at a very crucial time right now where we need to change the way we do politics, the way we do governance, the way we do private governance and civil governance. We are standing in front of 21st century technologies, and the way that the pace of which we use to regulate is just not keeping up with the fast pace of these technologies. We need to have the courage, I think, also to not just govern the technologies, but the systems they're impacting, our social security system. We can either take this as an opportunity to close the smaller loops and make sure that the ones who will lose their jobs to automation gets something that they can make a living off, or we can use the opportunity to say, what type of labor market would we like in the future? Yeah. Why do we work? What is the meaning of working? And how do we make sure that that meaning is something that every individual in the labor market can have? Yeah. Can we have a more sustainable labor market? Can we have one where fulfilling one's individual's dreams
themes and the broader purpose can actually be taken into account. And that requires, I think, drastic reforms in almost every single country in the world, and also a global conversation on this. Yeah, I want to talk about the education system in a few minutes. I'm sure I'm not the only one, but all these changes sort of shout to me that I should be studying computer programming every night to be able to compete, maybe just in the next few years. But I know that you aren't so. I mean, you think we need to teach. I mean, on a broader spectrum. We need not only programmers, but people with all kinds of knowledge and skill sets. Indeed. That's right. Yeah. We obviously wouldn't have gotten to this place of development if it wasn't for very talented engineers and software developers. But I think as we move forward, there is equally need for creativity, complex problem solving, collaboration with others, coordination, human resource management. Because these technologies, as the systems get more and more advanced, they also get more automated. There will be no need for me to do algebra by hand, because I will most likely have a machine being way better at doing that. Yeah. But we need to educate across the board, whether it's natural sciences and social sciences, I think with a bigger focus on values and ethics in order to steer these, the trajectory of these technologies. Yeah. And having people that can take the discussions on what are the systemic impact of one technology, how is that impacting not just that little tiny area where we're putting it in, but how are the broader impacts of it. I think that is really going to be crucial. Yeah. So having those conversations between the natural sciences, the social sciences, the political sciences, the humanities, I think that is really crucial. So a more cross-disciplinary education model. I think we're also going to be learning a lot more because we're going to look into lifelong learning. Yeah. I think that is the more important parts of future education. Yeah. We have a country like Iceland that's quite small. Do you think there are some opportunities for us here to be proactive in having this discussion and changing our lives to be able to integrate this kind of new world that you're foreseeing? I think you're actually perfectly situated to do so. We're looking into a future where a lot of this is unknown. And as you asked about earlier about sci-fi, we're looking into a future with flying cars and where we can all become 120 years old and all these wonderful opportunities, but which is still just sci-fi. Yeah. In order to make that happen, we need to start experimenting with new politics, new collaborations, new partnerships, focusing on new types of technology development. So for that reason, I think because Iceland, of its size and of its very homogeneous population that's also very well educated, is a great place to actually start testing and experimenting in this. And at the same time, after a few days here and having various meetings with people, I think another thing that Iceland is particularly well situated for is to have this perspective of sustainability. It seems like it's so deeply integrated to all parts of industries and lives and community values and family values and individual values as well. How do we make decisions in our industries, in our technology development, in our export models, in our business models that really honor sustainability, where sustainability is integrated across the board? I think those learnings, many countries around the world is going to be looking to Iceland in countries such as this one, where it's so deeply integrated, because that is what we're talking about in the fourth industrial revolution. It is to have inclusivity, sustainability, fairness, to be far more integrated in all our incentives, our educational curriculum, in our organizational models, in our political mindsets. Yeah. And so I think actually in that regard, Iceland is a bit ahead of the rest of us. Yeah. About the education system, I mean, it obviously needs to become better prepared and more flexible. What do you advise those who have the power to do the necessary changes to do right away, and where in what direction to head with our education system? I want to mention three things. First of all, it is to be very open and willing to change the existing. I think making an educational system that is ready
to the challenges of the fourth industrial revolution, it's more than just adding a few subjects and having coding as part of the curriculum. Yeah. It is to fundamentally change the way we learn. Because this is not so much a matter of subjects, it is a matter of process. The way we learn, because creativity and complex problem solving is hard to put on any schedule for a kid or a young one. It is really about the way we learn, the way we interact with each other, the way we interact with the technologies, the way we discuss values, the way we interact with nature. So the first thing is really to be open and be bold in terms of saying, let's try and test and push these limits. The second one is to make an educational systems that can contain people of all ages. For now, I'm almost 100% sure that I will not know what my job will be in 30 years. Yeah. And I don't know what skills I will need. What I do know is that I will have to go back to school again and again and again. And that requires we have a school system that is not just made and attractive for when you're between 5 and 25 years old, but also one where you're 40, and when you're 50, and when you're 60, it's still attractive and interesting and a playful place to go in. Yeah. And then the final thing is we will need to, I think, invest quite heavily. There is and that goes not just for any individual country, but globally. Education will be a key force for this. And investing into our educational systems and our children, but also all generations will be absolutely crucial. And it is not about, for me, it's not just about having a labor force that is ready to tackle challenges and take jobs in the fourth industrial revolution. For me, it's really about social mobility, fulfilling people's dreams and visions and potentials. And having, and I think Iceland is already really at the forefront of doing this. So what I think we will see is that on a global scale, we will learn a lot from what we're already now seeing and learning from many of the Nordic countries, but across the world where different educational systems are really trying to put the human at the center, the individual at the center, and saying this is more than just learning math and algebra. This is really about fulfilling your potential. So this is, I mean, how do we prepare for this? This is the education system. Is there anything else we need to start doing right away? Changing legislation? I mean, what are the first steps? What can our government, our municipals, what needs to be done right away so that this can be easier for our people? Two things. The first one is a conversation about the values. Why are we developing technologies? What type of technologies are we developing? What are the values around them? What are the ethical biases and assumptions that we need to be aware of? Because otherwise, isn't it hard to talk about ethics of some kind of technology you don't really know what's going to be? It is. Of course, if I were to tell you completely how an algorithms behind an artificial intelligence looks like, I wouldn't be able to do that. But I can talk about the outcome. Yeah. I want that algorithm, whether it is deciding where I end up in the educational system, the healthcare system, if it's recruiting me for a job, I want it to be fair. I want it to be transparent. I do not want it to mirror past history lessons such as gender inequality, racist biases, social exclusion. And that conversations around the values of how we're using these technologies. And the same goes for, I think, any single of these biotechnologies is a great example as well. Now with CRISPR, the gene editing, we are going to be able to cure diseases or eliminate diseases such as very severe cancers, which is an amazing opportunity for humanity. But it's also going to ask us some very critical questions. We've been discussing designer babies. How much are we willing to gene edit our babies before they're born? How about biohackers? What is that going to do in terms of our medication? Precision medicine, we're most likely going to live till we are 120 because we can now create medicine that is targeted just at your need. Well, what about the ones that can't afford it? Will it now be a social division between the ones that are poor and the ones that are not, which is not just about life opportunities, but also how old you get. We could see 40 or 50 years of difference in how old you become. And these are ethical dilemmas that if we don't start discussing them now, if we don't have values and ethics as part of our educational curriculums, if we don't insist
between government and businesses, having conversations that are difficult and that this is new territory, and I think it won't be easy anywhere. But we do need to insist on having them because they will be so determined for our future. And we do have the opportunity of shaping a very positive future, but if we do nothing, my fear is that we will see a more dark future where some of the inequalities and the things that we are really challenged with today will just be exacerbated. Yeah. We're running out of time. I want to ask you one last question. You ended by saying, and this has sort of been the theme this whole conversation, that we have to have this conversation. If we don't, the outlook isn't very good. Are you positive that we will be able to? I mean, this is a global conversation that needs to happen. If it's gonna turn out okay, are you positive about the outcome? Do you think we'll manage? I think so. The human race is extremely adaptive and has in the past also shown that we are really up for taking the task. But I will instigate that not fear, but a sense of urgency. Just as we're looking with the Paris Agreement around climate change, this is one of the challenges that makes it even more pressing, discussing how are these technologies going to be sustainably implemented in our societies. As inequality is increasing on a global scale, as the social division in our societies and the bifurcation between different social groups are really harming our democracies, yeah. I think the stakes have never been higher. And the fourth industrial revolution can be a solution, but only if we take the responsibility across government, politicians, businesses, civil society, families, communities, to insist on these conversations, to insist on devising action plans and strategies for how to do this. And in that process, most likely learn that not everything we'll do will be the right thing, but that we can correct for it as we go. Yeah. Anne-Marie, thank you so much for coming. Thank you so much for having me.